Það mjög óvirðingarvert að bera virðingu fyrir skoðunum annarra ef að þessar skoðanir eru einfaldlega mjög heimskulegar. Og við erum samt sem áður einhvern veginn búin að gera það núna í svolítinn tíma og sérstaklega á þessum ofstækisárum sem við erum að koma út úr sem ég er búin að vera að fjalla Ég bara skil ekki af hverju við komumst á þennan stað en ég tel aftur á móti líka að við þurfum að passa okkur á því að svona þessi meðvirkni sem hefur skapað verri aðstæður fyrir rökræður og í sumum tilvikum hefur jafnvel verið sagt að skoðanir geti jafnvel verið ofbeldi. Svo langt var gengið til dæmis í bullinu og það vissulega á undanhaldi þó svo ofstækisfólkið sem barði niður tjáningu og skoðanafrelsi í áratug berjist enn eins og rjúpan við staurinn við að halda því áfram. Nýr samstarfsaðili þessa þáttar Kaldi. Kaldi bruggaður á Árskógssandi þar sem að hreint íslenskt lindarvatn og vandað handverk fara saman. Kaldi fyrsti handverksbjór Íslands og hefur frá upphafi lagt áherslu á gæði, hefð og gott bragð. Notast við vandað hráefni og klassíska bruggaðferðir sem skila fersku og hreinu bragði sem að Íslendingar kunna svo vel að meta. Hvort sem þú ert að fara að njóta rólegrar stundar, hitta góða vini eða fagna sérstöku tilefni, þá Kaldi alltaf vel við. Stolt norðlenskt handverk, bruggað af metnaði síðan 2006 og skál fyrir því. Góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Pæling dagsins. Ég heiti Þórarinn Hjartarson og í dag 9. júní. Það þriðjudagur og árið 2026. Þessi þáttur í boði Þorgrímsson, heitir Pottar.is, Poulsen, bæjarins bestu pilsur, Fiskhúsið.is, Alvörubón, Happy Hydrate, Hrafnadalur harðfisksverslun og verkun og Kaldi léttbjór. Endilega verslið við þessa aðila sem eru mínir samstarfsaðilar þrátt fyrir það að vera ekki sammála mér í einu og öllum en einnig ef þú vilt fá þessa þætti á undan öðrum að þá gerist þú áskrifandi á partus.is /einpæling en þannig færðu hann líka án auglýsinga. En vindum okkur í þetta. Í dag ætla ég að ræða tjáningafrelsi og sérstaklega beina athygli minni að Íslandi eins og ég reifaði í síðustu viku. Þá þetta svona helsta óöryggi gagnvart tjáningafrelsi í Evrópu, trúar ofstækishópar sem hafa sýnt það í verki að þeir eru tilbúnir til þess að skaða tjáningafrelsi og grafa undan stoðum vestrænar siðmenningar og eru svona, að nýta sér meðvirkni Evrópubúa sem að eru í svona síauknum mæli ekki tilbúnir til þess að vera meðvirki gagnvart þessu en eins og ég segi það svona barátta sem að svona brjótast aðeins út sem að orðið svona, langum að segja bara óhugnalegt en eitthvað sem að hefði mátt liggja ljóst fyrir nokkrum mörgum árum og það sem líka svolítið sérstakt í þessu að ég þarf ekki einu svona nefna hvað ég að tala það allir hlustendur sem að vita nákvæmlega hvað ég að tala og svo langt hefur náttúrulega þessi meðvirkni gengið sem að endar, eins og ég segi, ef allt eðlilegt að sjálfsögðu með ósköpum. En hér á landi staðan örlítið öðruvísi þó svo að hitt sé að sjálfsögðu áhyggjuefni og að hluti til þetta nátengt eins sem að ég mun líka koma inn á sem að svona, hópar sem að einhvern veginn krefjast meðvirkni gagnvart sínum málstað en halda því jafnvel statt og stöðugt fram að þeir séu helst best til þess fallnir að passa upp á það hvernig þessi mál þróast sem að mjög sérstakt en eins og segi þetta skýrist allt núna eftir smá. En það sem hefur verið sérstakt að fylgjast með nú þegar að þessi svona þá ég ekki að tala trúar ofstækishópana heldur svona innan öfl sem að hafa náða að smeyga sér inn í allar stofnanir, tala fyrir mannréttindum og fleira, að nú þegar að þeir hafa mist trúverðuleika, sögum þess að fólk var að sjá í gegnum þessar útópísku hugmyndir sem fóru gegn öllum eðlislögmálum og öðru, að þá virðist þessi sami hópur ekki enn skilja af hverju þeir mistu allan sinn trúverðuleika. Og það sem langar að þú, kæri hlustandi, hafir í huga þegar ég fer yfir þetta að þá þrátt fyrir það að ég muni svona taka til nútíma dæmi sem að munu hljóma alveg svona frekar galin mörg til
að þá vil ég samt að þú hafi til hliðsjónar þann baksýnisspegil sem að við erum með fyrir hendi sem að sýnir og varpar ákveðinni mynd á því hvernig hlutirnir hafa verið hingað til og þá ætti fólki að vera nokkuð ljóst svona hversu ótrúlega biluðum tímum við erum að koma út úr. Og fjölmiðlar hafa verið svona miðpunktur af ákveðinni umræðu þar sem að í miklum mæli hafa þeir einhvern veginn verið svona tilbúnir að vera, hvað var að segja, svona meðvirki gagnvart þessu, þingmenn sömuleiðis og hafa einhvern veginn svona vilja fóðra þetta skrimsli með þessari linkind og meðvirkni í vonum það að þau séu látin í friði sem að náttúrulega gerist aldrei. Og ætli besta leiðin til þess að setja þetta í samhengi sé ekki það mál sem að náttúrulega fólki mjög ofarlega í huga sem að fasteignaverð og ég ætla að setja svolítið í samhengi við þetta því að í dag fasteignaverð einhvern veginn búið að sko verðskyni almennings búið að vera riðlað alveg í svona þágu þessara sömu oft útópísku hugmynda þeirra sem að tala svona samfélagsmálin að þá eru útópísku hugmyndinar ná jafnvel að smitast inn á fasteignamarkaðinn. Í sveitarstjórnarkosningum var sagt að 30% af byggðu húsnæði ætti að fara gegnum félagslega kerfið og í þágu svona félagslegra niðurgreiddra úrræða og þá sérstaklega á leigumarkaði þvert að sjálfsögðu á vilja almennings sem að vill nánast í öllum tilvikum eignast sitt eigið húsnæði og hlúa að því. En þessi áform hafa hluta til tekið á sig mynd þar sem að fólki hefur verið talið í trú það að hið opinbera, sama opinbera og byggði Brákaborg fyrir á núvirði 3,2 milljarða samt sem áður líklegast til þess að byggja sem mest húsnæði á sem skikkanlegastan máta. Og athugið það sko að í gögnum Reykjavíkurborgar kemur fram á borgarfundi í október árið 2024 að framkvæmd Brákaborgar myndi kosta 200 milljónir og myndi vera tilbúið á svona fyrra hluta árs 2025. Þannig að kostnaðurinn af framkvæmdanum hefur verið 16-faldur sem að raunin, þá ætti það að koma fólki pínu á óvart þegar að sömu aðilar telji sig líka verið stakk búin til þess að vera með opinbera framkvæmdir á öllu húsnæði sem að þörf á. En samt það flokkar sem í síðustu borgarstjórnarkosningum sögðu og héldu þessu til streitu að uppbygging ætti að vera á þessum grunni sem að sjálfsögðu var sko byggt af einhverju svona hugmyndaflugi sem að sko var ekki bara gegn vilja kjósenda heldur þvert gegn þessum eðlislögmálum sem ég var að tala áðan. En slík áform og hugmyndafræði hafa að sjálfsögðu haft áhrif á sko byggingamarkaðinn í heild sem að veldur því að framboða eftirspurn húsnæðis í engu samræmi við vilja fólks og útlagðan kostnað verktaka. Og með þetta í huga, þú veist þetta ótrúlega ósamræmi það hvað byggt og vilja þeirra sem eru að kaupa, að hið sama gildir svolítið svona pólitíska stefnu sömu afla oft á tíðum. Því að líkt og útópískar hugmyndir það hvernig fólk á að búa og hvernig það á að í rauninni að hýsa sig, hvort sem að það á leigumarka eða annað, að þá þessar sömu útópísku hugmyndir líka einhvern veginn tróðið ofan í kokið á fólki það hvernig það að hugsa og hvernig skoðanir þeir hafa. Og mér langar að taka fyrir viðtal sem ég hlustaði á samstöðinni þar sem að Björn Þorláksson fékk til viðtals Þórhildi Sunnu, Magneu Marinósdóttur, Margréti Tryggvadóttur og Söru Óskarsson og ég reyndar vissi að þarna færu fram eflaust einhverja svona NPC error umræður þar sem að þankagangur takmarkast að því að allir séu vondir sem eru þeim ósammála og séu náttúrulega sjálfkrafa vondar manneskjur. Og þetta voru umræður þetta heitir vikuskammtur og var birtur 9. júní síðastliðinn ef ég að muna það rétt. Og ég ætla að spila fyrir ykkur stutt myndband úr þessu þar sem að rætt útlendinga og flóttamannamál. Og þetta var gert að sérstöku umræðuefni þarna og ég ætla að spila fyrir ykkur stuttan bút og setja það svo í samhengi við þessa svona, manngerðu tregðu umræðina á Íslandi. Það sem var einhvern veginn talið óhugsandi að við myndum einhvern tímann fangelsa fólk á flótta og að við séum komin hingað að núna sé samfylkingin bara eitthvað fangabúðir fyrir flóttafólk og hendum börnum inn líka í leiðina meðan við erum að þessu og tökum að þeim öll, þú veist, bara eins fljótt og við getum út með þau.
sko, ég meina það var náttúrulega farið í bara mjög markvissa herferð til þess að breyta, því að íslenskur almenningur hafði mikla samkennd með fólki á flótta. Það sýndu að mælingar eftir mælingar, okkur fannst við að hafa pláss fyrir fleiri flóttafólk, okkur fannst við að taka vel á móti fólki á flótta. Það var svo stutt í okkar eigin fátækt og örbirð og... Ég held að sé bara, við höfum bara eitthvað svona samkennd eftir sem þjóð og svo var farið markvisst í að rífa hana niður, það var farið markvisst í að óvinnavæða flóttafólk og þetta var út af því að það voru alltaf að spretta upp óþægileg mótmæli sem Katrínu Jakobsdóttir og hennar fólki fannst óþægilegt að þurfa að sitja undir og það var alltaf að koma fyrir aftur og aftur að Útlendingastofnun var að gera eitthvað sem hún hafði ekki lagaheimildi fyrir flesta þessum breytingum sem áttu sér stað voru að Útlendingastofnun var að níðast einhvern veginn á flóttafólki sem hún hafði ekki lagaheimild til að níðast á þannig að hún fór til ríkisstjórnarinnar og bað um lagaheimild til að níðast á fólki eins og þegar hún hendi flóttamönnum frá Palestínu á götuna 21 held ég þá var það sko að þeir neituðu að taka COVID-test, neituðu að hjálpa til við sína eigin brottvísun og þá var þeim hent út á götuna og kærunefnd útlendingamála komst að því að þau hefði ekki lagaheimild til þess að henda fólki út á götuna miðan vetur, út í gaddinn 21 flóttamaður frá Palestínu og þá var farið að stað með þetta, setja það inn í lögin að það mætti henda fólki út sem væri ekki samvinnufúst við sína eigin brottvísun og núna er verið að binda lokapunkt á það þessi samhliða löggjöf sem ég er að benda á þar er verið að setja skyldu að þú eigir að hjálpa fólki þú eigir að hjálpa yfirvöldum við þína eigin til byrja skylda sem flóttamaður að hjálpa yfirvöldum við þína eigin brottvísun en sko herferðin sem var farin í til þess að gera þetta hún náði hápunkti sínum þegar að Palestínumennirnir voru að mótmæla fyrir utan Alþingishúsið að þeir vildu fjölskyldusamningu meðan að þjóðamorðið stóð yfir og Bjarni Benediktsson hvort að kallaði þau skríl Já, og hann sýndi líka bara og tengdu við skipulega brotastarfsemi og létu svo þau vera vanhelga Austurvöll með því að mótmæla þar staðin sem við mótmælum öll mjög reglulega og maðurinn sem sagði við mótmælum öll er þarna bara þannig er þetta maðurinn sem sagði við mótmælum öll og svo er þetta bara þegar að samfélkingum við sátu hjá og þegar að hinir samþyktu þetta frumvarp sem að leiði okkur að leiði ríkisstjórninni að henda þessu fólki að flótta á götuna og við horfðum á það í beinni útsendingu að þolendur mansals var flykkt á götuna og þær lágu grátandi með ferðatöskurnar sínar út á götu. Þetta var bara svona, þetta var af mennskun í beinni útsendingu. Þarna voru stjórnvöld búin að samþykkja að það mætti af mennska fólk að flótta á þennan hátt. Varnarlausasta fólk sem þú finnur, þolendur mansals frá Nígeríu, ef ég man þetta rétt, grátandi biðjandi miskunnarvægð og út úr þessu sprettur kakkalakkin rasismi, alveg bara út allt. Allt hérna er bara búið að gefa leyfi til þess að vera rasisti, það er bara allt í lagi. Það er búið að samþykkja og þá fá allir sem að hafa haft þetta kraumandi undir niður í sér í allan hennan tíma en verið sussað á af góða fólkinu loksins leyfi til þess að vera vonda fólkið og finnast það gott fyrir vikið af því að það er að vera land og þjóð og þannig færast þessi mörk og þetta var algjörlega meðvituð útpæld kalkuleruð ákvörðun hjá bæði Samfylkingu og Viðreisn að henda þessu fólki fyrir rútuna að fórna þeim fyrir atkvæði af því að það sá það bara þessi áráðusherferð, hún var búin að skila árangri fólk var bara komið á þennan stað það hefur enga samkennd með þessu fólki það vill það út, það vill það í búr, það vill það burt og við þurfum að fara hingað til þess að geta komist í ríkisstjórn ég held að margir í þessum hópi hafi hugsað en svo ætlum við að vera góð og þarna eins og þið sáuð var til umræðu flóttamannabúðir og sérstök áhersla lögð á börn sem að eiga að vera vistuð ásamt foreldri sínum sem að neita að fara úr landi eftir sína málsmeðferð sem er þannig að þau hafa ekki rétt á að vera hér á landi og ef þú ert með stjörnu í rúðinni eða þarft að fara í gegnum einhvers konar bílrúðu athugun þá ferðu að sjálfsögðu á polsen.is. Ég prófaði þetta sjálfur, var með stjörnu í rúðinni og fekk bílinn eftir örskamma stund og málið dautt. Ofan á það að veita úrvalsþjónustu í þeim efnum getur þú einnig fundið hið ýmsa á vefverslun þar sem bæði eru seldir varahlutir, ljósabúnaður, ferðavörur fyrir bílinn, reiðhjólavörur, smurefni og margt fleira. Þannig að ef þú ert að drolla við viðhaldið eða bílrúðuskiptin þá mæli ég bara með því að þú hættir því, farir á polsen.is og lætur klára málið í dag. Hlaðvarpið eins og þið vitið er í samstarfi við Harðfisksverslun Hrafnadals. Nú er ég búinn að selja töluvert af þessum gæða harðfisk og hafa viðtökunar verið hreint út sagt ótrúlegar. Þetta er valsað upp á gamla mátan, sjósaltað og kemur til þín ferskt.
Nú býð ég bæði upp á ísu og steinbít sem að kemur á roðinu, alveg eins og þú vilt hafa hann, þurrkaðan að sjálfsögðu í vestfirsku fjallalofti og eins og ég segi, viðbrögðin hafa verið vonum framar þannig að ég þarf ekki einu sinni að vera í neinni væntingastjórnun. Sendu e-mail á hrafnadalur@proton.me en hlekkin og verðupplýsingar má einnig finna í lýsingu á þessum þætti. Það náttúrulega mjög áhugavert, sko, Viðreisn sagðist alltaf draga línu í sandinn það að þeir myndu ekki vilja vista börn í slíkum úrræðum en núna þeir einfaldlega búnir að ákveða að það ekki sú lína sem verður dregin í sandinn hjá þeim. Grímur Grímsson var á Bylgjunni í morgun að ræða þetta mál og sagði að þetta náttúrulega ömurlegt í alla staði. Það enginn sem að vill að þetta sé svona en þrátt fyrir það ástandið orðið þannig að þeir telja þetta vera fýsilegast akkurat í dag. Og fyrir mitt leyti að þá skil ég alveg tilfinningarnar sem hafa fylgt við að við séum komin að þennan stað. En þá vil ég líka varpa ljósi á þessa svona hugmynd mína það þennan svona baksinspeil sem ég var að tala Hvernig komumst við hingað? Hvernig komumst við á þann stað að fólk sem að kæmi hingað í flugvél og veri búið að týna sínum skilríkjum, jafnvel sem að náttúrulega nauðsynlegt plagg til þess að komast inn í flugvél til þess að byrja með og að því hvort að flugið sé frá Schengen eða ekki, gæti komið inn í landið og fengið uppihald og pening án þess að það myndi koma til með að hafa áhrif á umhverfið sem að fyrir var og þá líka áhugavert að velta fyrir sér af hverju það ekki eftirspurn eftir þessum sjónarmiðum í dag. Það líka áhugavert að velta fyrir sér hvort að sú eftirspurn, það að segja pólitíska eftirspurn, hafi nokkur tíman verið, sérstaklega í þeim mæli sem að við höfum upplifað á undanförnum árum. Ég alveg tilbúin til þess að taka á móti fólki sem í raunverulegri neyð, sem tilbúið til þess að aðlagast íslensku samfélagi, en að reyna að telja fólki í trú það að þetta myndi ekki koma til með að hafa nein áhrif á samfélagið, ekki nein áhrif á kerfin, ekki nein áhrif á efnahaginn, ekki nein áhrif á menninguna, ekki nein áhrif á öryggi, þrátt fyrir ótryggar aðstæður sem að voru sjálfsögðu forsendur fyrir því að fólki kæmi hingað til að byrja með og ólst upp í og ekki nein áhrif á þangagang fólks í þessu vegna ofangreindra atriða sem að var að sjálfsögðu algjör fásinna. En skrýtnasti þátturinn að sjálfsögðu meðvirknin sem hefur fylgt því að fólk var tilbúið til að láta beygja sig í duftið af þessu ofstækisfólki með útópísku hugmyndinar sem að hótuðu því að kalla fólk vondar manneskjur fyrir það að taka ekki undir allt sem að það sagði. Og svo finnst það allt í einhvern veginn í dag að svona viðhorfsbreytingarnar skrifist einhvern veginn á einhver svona undirliggjandi vondöfl sem svona, þetta pínur eins og feðraveldið, aldrei útskýrt hvað feðraveldið þetta bara svona hugtak sem svona kastað í umræðuna og þá einhvern veginn já, feðraveldið, það að sjálfsögðu eitthvað sem að vont og það að sjálfsögðu ástæðan fyrir því að hlutin eins og þeir í dag. En samt þessar svona sömu hugmyndir jafnvel eitthvað sem að breytist bara eftir hendisemi, eins og ég hef náttúrulega rætt hérna oft áður. Þannig að já, fangelsisbúðir vissulega ekki frábærar, alveg sammála því, en hvar í Evrópu þetta öðruvísi og af hverju það ekki svo? Hvaða lærdóm getum við tekið frá Evrópu í þessum málum þar sem að bókstaflega allt stjórnmálumhverfið litast ekki bara af þessum málum, heldur beinlínis snúast nánast einvörðungu þessi mál. Og í ofanálag rætt þarna og reyndar víða annar staðar hvaða fjölmiðlum til dæmis treystandi og það annað sem áberandi í þessum umræðum almennt og ég ætla reyndar að segja að þetta sé vont á ýmsum sviðum og þá það sett sérstaklega í samhengi við það að fjölmiðlar sem að þeim ekki sammála ekki treystandi og það einhvern veginn vont að ákveðni fjölmiðlar fá eða með ákveðna umræðu sem á sér stað í samfélaginu. Samt alltaf verið að kvarta við því að fjölmiðlar séu ekki óháðir og eitthvað þannig og maður bara hugsa með sér hvað ég að hlusta á? Þú ert annars vegar að segja að fjölmiðlar ekki að vera að halda á lofti ákveðnum sjónarmiðum út af því að þau ekki þér þóknandi. En í ofanálag að þá ertu að segja að þeir passa upp á það að vera óháðir og allir sem eru sammála þér óháðir en allir sem eru ósammála þér ekki óháðir. Og þetta alveg galið og reyndar í þessu samhengi langar mér reyndar að nefna að mér
finnst eitt vont núna sem að til dæmis Morgunblaðið búið að gera sem að hætta að birta greinar Dags B. Eggertssonar og ég til þetta að vera vonda þróun og þetta vond á svo marga kanta. Dagur ræðir náttúrulega Morgunblaðið rosalega mikið og setur svona miðlinn í samhengi við það að honum sé ekki treystandi til að ræða ýmis mál og þá sérstaklega svona sjávarútvegsmál. Og það sjónarmið og það líka sjónarmið að vilja ekki hafa einhvern sem að birta greinar inn á miðil sem að hann í svona aðra hendina vill birta greinar hjá en í hina hendina þá hjólar hann í, það að segja fyrir hádegi þá vill hann birta og svo eftir hádegi þá hjólar hann í hérna sama miðil og það sjónarmið að hann fá ekki að birta svona greinar á þeim miðli en ég tel þetta vera feilspor og birtingamynd almennt séð þess sem að svona núna að koma sérstaklega í aðdraganda ESB og mér finnst Dagur náttúrulega vera algjörlega í hafinu í ESB umræðum, rökin svona eitthvað evruland og krónuland ekki góð, þau bara reyndar mjög slöpp og tekur ekki mið af því hvernig Evrópusambandinu muni koma til með að vegna á næstu ár og áratugina og þá sérstaklega líka evrunni í samhengi við það en ég samt svo ég taki hann líka fram ég náttúrulega að vinna fyrir hann og Þórdísi í því að framleiða þætti sem heita Flekaskil og þar ræðaði meðal annars Evrópusambandið ég sagði nú í djóki við daginn að ég ætlaði ekki að birta einhver þáttar sem að þau voru ekki endilega að tala vel Evrópusambandið en voru svona að segja að við þyrftum að vera að horfa svona út fyrir sjóndeildarhring Íslands og reyna að gera okkur grein fyrir því að við verum ekki ein í heiminum og eitthvað þannig og ég sagði við hana að það var ekki séns að ég myndi birta hana þátt út af því að þau var að tala hlýlega til Evrópusambandsins en þegar umræður þetta munu núna vera einhvern veginn í allt sumar þrátt fyrir það að RÚV síðan þetta komið í sumarfrí sem að ævintýri út af fyrir sig að þá á umræða að vera hámörkuð í þessu og ég enda til að ef svo verður þá munu Íslendingar gera sér grein fyrir því að nei í ágúst eina eðlilega niðurstaðan og fyrst ég minnist á það langar mig líka reyndar að auglýsa þætti sem að ég að gera núna sem ég ætla að gefa út eða byrja að gefa út eftir tæpan mánuð þar sem að ég mun ræða Draghi-skýrsluna svokalluðu sem að afdrif og þróun Evrópusambandsins í náinni framtíð og náinni fortíð og hvernig hlutinni munu koma til með að þróast og hvernig svona hræðileg stefna Evrópusambandsins mun leiða af sér mikil áhrif á sambandið næstu árin og þættirnir ég mun birta þá alla í einu inn á partus.is þar að segja fyrir áskrifendur en þættirnir munu koma svo út vikulega í sumar á opinberum veitum en meira það síðar. Hlaðvarpið í samstarfi við heitirpottar.is hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmið á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fossalsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is, græja þetta fyrir þig. Jú, kæru hlustendur, hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem að vilja gera hlutina almennilega og eitt af þeim að sjálfsögðu alvöru bón. Alveg eins og þetta hlaðvarp leitast við að auka viðnámsþrótt samfélagsins, eykur alvöru bón endingartíma bílsins með því að halda honum hreinum og fínum. Hringið í síma 5880705 eða sendið á alvörubón@alvörubón.is. Nú ef þú vilt einfalda þetta fyrir þér enn frekar þá kíkirðu bara á staðinn af Viðarhöfða 2A og lætur fagmenn sjá að bíllinn þinn sé hæfur til þess að vera séður á götunum.
Hlaðvarpið í samstarfi við Happy Hydrate en eins og ég hef nefnt áður þá nota ég bæði steinefni og kreatín daglega og þau gera lífið betra. Og nú komin nýjung þar sem að þú getur notað afsláttarkóðan 1pæling til þess að fá 25% afslátt þú skráir því í áskrift og frían brúsa með. Svo 15% afsláttur hvern mánuð eftir það. Þetta sjálfsögðu steinliggur ef þú ert að nota þetta á annað borð en einnig tilvalið tækifærið fyrir þá sem að vilja prófa og ég lofa ykkur að þið munið ekki sjá eftir því. Steinefni gera daginn einfaldlega betri og með því að nýta þennan afsláttarkóða ertu að sjálfsögðu að styðja við það að ég búi til þetta efni. happyhydrate.is skráið ykkur í áskrift. Og athugið að þetta sko, eins og segi, það sem ég að tala með Dag B og Morgan og fleira, að þetta sko allt sem ég að tala finnst mér allavega og ég náttúrulega segi þetta alltaf mér finnst þetta að vera samofin fyrirbæri og sérstaklega í samhengi við það svona tjáningafrelsi sem að mér mjög kært og ég veit að allir segjast vera fyrir tjáningafrelsi en mjög, eða svona færri það heldur en að segja þeir oftast og sérstaklega þessir ofstækishópar sem ég var að tala áðan sem að hafa einhvern veginn að ráði ríkjum í almennri umræðu hér á landi með svona sovjeskri hugmyndafræði og þeir segist alltaf vera að berjast fyrir mannréttindum og tjáningafrelsi sem náttúrulega bara mannréttindi og tjáningafrelsi fyrir þá sem eru þeim sammála en sko við samt sem áður að koma út úr ástandi sem að ég ætla reyndar að berjast gegn því að við lendum aftur í sem að það að við verðum einhvern veginn aftur spennt fyrir því að tala gegn tjáningafrelsi og að reyna að koma í veg fyrir það að umræður séu hámarkaðar. En náum það í bili. Ég ætla að halda áfram samt að tala umræður fjölmiðla og í næsta innslagi sem ég ætla að spila fyrir ykkur langar mig að vekja athygli á þessum baksýnisspegli. Þið verðið að hafa það í huga allan tíman og því að það sturlað út úr hvaða umhverfi við erum að koma í dag og ég ætla að spila fyrir ykkur sko innslag sem að mun hljóma ævintýralega heimskulegt og sko það sem kannski sérstaklega við að fyrir, ég veit það ekki, 1,5 ári eitthvað svona max, kannski það að þá hefði þetta ekki þótt það heimskulegt og það það sem að mér finnst áhugaverðast við þetta. Ofstækisfólkið búið að missa allan trúverðuleika náttúrulega og enginn tekur því alvarlega lengur en þá áhugavert að hafa í huga af hverju maður tók þessu alvarlega til að byrja með. Og til að setja þetta í samhengi langar með að spila útdrátt úr hlaðvarpi sem heitir Tveir kallar þar sem að Þorsteinn V. Einarsson og Haukur Bragason halda úti spjalli milli þeirra, í flestum tilvikum bara tveir og þetta svo nýr þáttur og ég hlusta náttúrulega alltaf því að þetta algjör veisla en í þessum þætti þá hjólaðir duglega Jakob Bjarnar blaðamann og góðvinn þáttarins sem að blaðamaður á Vísi. En Þorsteinn V. gerði það sem að hann kallar vísindalega greiningu á störfum Jakobs Bjarnars þar sem hann ber saman störf Jakobs við störf blaðakonu á Vísi og umkvörtunarefnið sem sagt að Jakob taki ekki mikið og setji mikið vægi í kvenkyns raddir og að hann taki mikið svona svona umræður Þorsteini óþóknanlegar út af því að það ekki sett nægilega mikið kraftur í það að ræða við konur og hvernig talað konur. Og þetta svolítið löng klippa eða 5 mínútur og ég vil að koma fram að þetta á mismunandi stöðum í hlaðvarpinu en ég klippti þetta úr 17 mínúta bút en þetta 5 mínúta bútur og ég nefndi ekki að vera að láta ykkur hlusta á þetta í 17 mínútur en þarna þeir að tala það að það sé ótækt að Jakob haldi sínu starfi á Vísi og kallar eftir því að hann verði rekinn. Og ég hef ekkert áhyggjur af því að þetta muni hafa nein áhrif enda tekur enginn mark á ofstækisfólkinu lengur en þetta samt fínt dæmi það hvernig þetta hefur verkað í praktík á undanförnum árum þar sem að svona væl var að tekið alvarlega og leiddi jafnvel til þess að fyrirtæki sáu hag sínum borgið í að bregðast við slíkum umkvörtunum og eins og þetta 5 mínútna innslag svo ég taki það nú aftur fram og ég klippti þetta saman úr nokkrum bútum og já, nóg það, hlustið á þetta. 6 gagnrýnar á konur
engin gagnrýni á kalla en 22 jákvæðar. Engin gagnrýni. Ok, fyrirsagnir. Þetta unni með hjálp gervigreindar. Jú. En þú hefur lesið greinar og yfirfarið þetta. Sko, já, að megninu til. Sko, tilur þessarar... Ég bara átta mig á premissunni, sko. Já, tilur þessarar greiningar bara eins og, ef að segja, vísindafólk gerir. Já. Það hefur einhverju tilfinningu fyrir einhverju og fer að skoða það. Já. Þannig að ég hafði tilfinningu fyrir því. Ég veit alveg hvernig þetta tala og þetta náttúrulega bara augljóst. Og þú þarft að vera bara komin ekki bara með annan fótinn heldur rúmlega það og onni í manusfyrir til þess að sjá ekki hvað þetta augljóst. Já, en ég ákvaða bara að skoða þetta, skilurðu, og bara finna einhver dæmi. Og með þennan blaðamann, þú veist, auðvitað verða blaðamenn að vera með nafnlausa heimildamenn alltaf, en ég bara fæ það á tilfinninguna að oft þegar að þessi blaðamaður er með nafnlausa heimildamenn, þá sé hann bara að búa þetta til. Já, það er ekki í greiningunni. Nei. En já, það getur vel verið. Ég get ekki annað en túlkað og séð sem svo að þessi blaðamaður sé að brjóta reglulega 27. grein laga fjölmiðla og fara á sveig við 7. siðareglu blaðamanna greinamenn og skoðunum og staðreyndum sem að blandast ansi reglulega og mikið saman. Það atriði, af því að nú þykist ég nú vita hvernig það tala og ég hef mikið ég hef ákveðis vit á texta og reynslu í því hvernig texti virkar best sko og ég held ég bara lesi sjaldan grein eða viðtal eða hvað það er sem skrifað af þessum blaðamanni þar sem að þú sérð ekki gjörsamlega augljóst frá upphafi hvaða skoðun blaðamaður hefur á málinu. Já. Hverjum hann heldur með í dómsmáli hverjum þú veist, hann er að reyna hvað segja sko, skoðunum hvaða málefnis hann er að gera hátt undir höfði. Þetta er svo þú veist, bara hvernig þú myndar málskunarnar þú veist, blaðamenn eiga ekki að skrifa svona sko. Þetta er ekki skoðana greinar en það er eitthvað sem að viðkomandi blaðamaður virðist ekki átta sig á af því að hann hefur akkurat þrætt fyrir þetta. Hann heldur því statt og stöðut fram að hans skoðanir komi ekki í ljós. Ok, berðu þetta undir fólk sem hefur eitthvað vita á texta annað en hann hefur og málið gjörsamlega augljóst. Þetta er svo skammalegt. Svo er áhugavert hvað þessi blaðamaður er líka telur sig vera reyndan og mikilsverðan blaðamann, mér finnst það alveg hilaríu sko. Það er mér óskiljanlegt hvernig ritstjórn svona beinir honum ekki inn í einhver átt. Ég skil það ekki. Ég skil það ekki. Og bara ef það hefur ekki verið gert þá skil ég það ekki en ef það hefur verið gert sem við finnst rosalega líklegt þá skil ég ekki af hverju hann fær að halda starfi einmitt þess vegna finnst mér þessi svarti blettur á blaðamannastéttinni svo mikið mál og svona þú veist það verður að gera eitthvað í þessu það er ekki bara að bíða eftir að maðurinn fari á ellilífeyri skilur hvaða þvæla er þetta það er ekki hægt að bjóða fólki upp á að þú veist fjölmiðl sem á að gæta hlutleysis fjölmiðl sem á að hlutlægni sem á að sko tala máli beggja sjónamiða að þetta sé matreitt svona það er bara óboðlegt af því að nú vísir nú kannski ekki engin sko er ekki að fá einhver gífurleg velun fyrir vandaða fjölmiðlaumfjöllun en hann er nú svona allt í lagi skilur, það er ekki eins og við séum að tala um einhvern algjöran skítamiðil sem er alveg til það er ekki eins og við séum að tala um einhvern einn bloggara sem þykist vera með einhvers konar fjölmiðil í gangi skilur, þetta er ekki þannig vísir nú þokkalega virtur fjölmiðil hvernig látið þetta viðgangast, þetta er skandal. Já, þetta er eiginlega alveg galið. Og ástæðan fyrir því að ég spila þessa klippu er bara til að minnast þess út úr hversu sturluðum tímum við erum að koma út úr.
og þetta á bæði við útlendingamál og kynjamál og svo margt fleira þó svo ég hafi lagt svona sérstaka áherslu á þetta nákvæmlega í dag. En þetta áhugavert, sko, eða svona það áhugavert að gera sér grein fyrir því að pólitísk eftirspurn hefur verið svona mjög mikið á skjön við praktískt eðli stjórnmálamanna ef að þessi öfl væru ekki fyrir hendi. Pilsa ekki eins þegar hún ekki frá bæjarins bestu pilsum. Það vita það allir sem að hlusta á þetta hlaðvarp að þegar þú ert að fá þér pilsu þá ertu í grunninn að horfa á tvenns konar upplifanir. Það annarkvort svo ánægja sem fylgir því að vera að borða bæjarins bestu pilsu eða svo vonsvikni sem að fylgir því að vera að borða pilsu sem ekki frá bæjarins bestu pilsum. Og það vita það í rauninni allir að það þessar tvær upplifanir sem við erum að horfa upp á þegar við erum að fá okkur pilsu. Því mæli ég með því að þú skellir þessu hlaðvarp í eyrun, farir á næsta sölustað og fáir þér tvíhlaupu ásamt einhverju góðu að drekka. Og ég heldur reyndar að þetta sé svona víða að sjálfsögðu og kannski jafnvel skárra hér. En þetta ekkert svona eitthvað stórt samsæri eða eitthvað þvíumlíkt, heldur bara lobbyhópar sem að telja sig vera að berjast fyrir mannréttindum og réttlæti sem að svo hamast í stjórnkerfinu og blaðamönnum til þess að láta þessa hópa lúta sínum vilja. Og þegar maður til dæmis skoðar umsagnir til dæmis frumvörp þá kemur það mjög sterklega í ljós að lobbyismin það sem að varðar til dæmis menningarmál alveg galinn á vinstri væng stjórnmálana fyrirgeði. Þar bara einhvern veginn fer ekkert í gegn nema það sé búið að hamast bæði í stjórnmálamönnum og öðrum sem að vilja breyta til einhverju og svo ef að það virkar ekki þá farið það að hjóla í fjölmiðlana sem að eru að fjalla þetta á rangan máta. Og eins og segi, þessi sko hamagangur á jafnvel svona, ég ætla ekki að segja oftar, ég ekki með hérna tölunöfur, en maður heyrir þetta alveg innan á stjórnsýslunni og líka hjá blaðamönnum sem að maður ræði við, að þetta alveg ótrúlega mikið. Og eins og segi, við erum að koma út úr mjög sérstökum tímum þar sem að eins og með fasteignaverð, þar sem að fasteignaverð engu samræmi við eftirspurn kaupenda, að þá hefur pólitíkin ekki verið í neinu samræmi við eftirspurn þeirra sem að svo kjósa alþingismennina inn út af því að svo bara miklu minni hópur sem að svo hamast í þeim. Við sjáum núna til þess að þegar hægri stjórn hefur líðið, þá samt koma vinstrimennina og tala það að þeirra sjónarmið að það sé ekki tekið nægilega mikið mark á þeirra sjónarmiðum. Og þetta rosalega svona sérkennileg barátta og náttúrulega vandamál út af fyrir sig að vera hamast í fjölmiðlum fyrir bara einhver smáatriði sem að voru annarkvort vitlaust orðuð að þeirra mati eða mátt ekki birta. Og við sjáum til dæmis núna að þegar að einhver með áhyggjur af því að kaffistofa Samhjálpar á tilteknum stað og það kemur eitthvað fólk í viðtal að það má ekki tala það má ekki tala við þetta fólk út af því að það ekki fólki sem á að tala við út að þú ert að skrimsla við einhverja hópa eða eitthvað þannig, nei, þetta bara fólk sem hefur áhyggjur af sínu umhverfi, þetta fólk sem hefur áhyggjur af því að það eru 2 grunnskólar mitt á milli þess þar sem að húsnæði fyrir meðal annars sprautufíkla út af því að það eru hreina nálarinn á inn á salerninu sem eflaust nauðsynlegt fyrir svona stað, en það að fólk hafi áhyggjur af sínu nærumhverfi í kjölfar slíkra áforma, að þá það einhvern veginn skrimslavæðing og má ekki heyrast og fleira, þetta alveg stórkostlega skrítið. Og eins og segi, það bara ef að vitlaus fyrirsögn þá bara hamast í fjölmiðlamönnum og þeir megi ekki tala þetta svona og þeir að taka marka á þessum sjónarmiðum en ekki þessum. Og svo tekur þetta náttúrulega á sig aðrar birtingamyndir. Við sáum nú nýjasta dæmið var reyndar eitthvað fólk sem að tók sig saman eftir að það voru fyrirsögn á RÚV sem að var Sjálfstæðisflokkurinn stærri en Samfylkingin eftir kosningar og þessu var breytt í fylgi Sjálfstæðisflokksins tók kipp eftir sveitarstjórnarkosningar. Það voru náttúrulega einhverjir innan Samfylkingarinnar sem hafa sendt á RÚV að það mætti ekki vera svona. Þú veist, þetta óþolandi og kannski óumflýjanlegt, en ég kannski meira að reyna að ýta við fjölmiðlamönnum að standa í lappirnar gagnvart ofstækinu frekar heldur en að gera ráð fyrir því að ofstækisfólki muni hætta að hamast í þeim. Og eins og segi, þetta með fyrirsögnina, auðvitað þetta bara eitthvað smá dæmi sem að skiptir engu máli í stóra samhenginu, en
að velta í fyrir sér þegar við erum að ræða allir mjög tilfinningaþrungin mál eins og útlendingamálin og brottfararbúðir sem eru, fangelsi, þú veist að ég skil ekki á hverju fólk eitthvað að reyna að veigra sig við að kalla það, þetta er það. Að fjölmiðlar þurfi statt og stöðugt einhvern veginn að vera að gera ráð fyrir því að þeir megi ekki orða hlutina vitlaust og skrá fyrirsögn sem að gæti farið einhvern veginn á skjön við vilja ákveðina hópa. Þú veist, hvaða langtíma áhrif hefur þetta á fjölmiðlamenn og það hvernig þeir reyna að miðla sínum upplýsingum á sem skilvirkasta máta til þeirra sem að síðan lesa efnið. Og ég náttúrulega ekki að tala fyrir því einhvern veginn að fjölmiðlamenn ekki að vanda sig en þeir eiga samt að gera það á réttum forsendum, ekki byggja það á hræðslu og meðvirkni gagnvart ofstækishópum sem að krefjast þess að fá að stjórna narratífinu þrátt fyrir það að það sé náttúrulega út úr myndinni akkurat í dag að þá er þetta eitthvað sem að mér finnst áhugavert að hafa í huga. Og bara til að hamra þennan punkt örlítið betur þá langar mig líka að tala skotgrafir því að þetta er líklega ofnotasta hugtak yfir málefna ágreining sem að ég veit byrjum bara á að minna okkur á það hvað stjórnmál eru til dæmis í raun og veru. Hérna til dæmis klipp af Christopher Hitchens þar sem hann fer nákvæmlega yfir þetta. Conflict is intrinsic to human history. Yes. And there will be some further conflict. Many people say it has already begun, and it's the conflict between the West and sort of Islamofascism. Do you think that is a conflict which can be lost by the West? Well, first on conflict, you're completely right. It's unavoidable, and I'm glad of that because I think it's desirable. Especially in the United States, there's a huge privilege given to the word unity or unification, partly because it's a very various and multifarious society. There's a big need for good manners. But if you say, I'm a unifier, not a divider, you expect and you usually get applause. I'm a divider. I think only division can cause progress. People say, the politics of division. Politics is division by definition. If there was no disagreement, if there was no fight, there'd be no politics. So the illusion of unity isn't worth having, and anyway it's unattainable. What I do think of as the greatest crisis, greatest conflict at present it's a version of the old conflict, which is between totalitarianism and free thought, which is, in other words, between theocracy and the Enlightenment, and the form in which this is currently being played out, you could define as the West versus Islam, but it's not quite so. Within many Islamic countries, there are people who have a greater respect for pluralism than there are people in Britain who would like to censor me for criticizing Islam, for example. Og þetta einn af mínum uppáhaldspunktum því að þarna rammar hann inn mikilvægan þátt í umræðum bæði hér á landi og víða annar staðar sem gengur í berhögg við það sem að ætla má að leiði okkur til hinnar bestu niðurstöðu hverju sinni sem að eru að sjálfsögðu rökræður. En þessi þáttur byggir á því að mikilvægt sé að taka marka áliti fólks í samhengi við einkenni þess og að einhvern veginn fólk sem er ákveðið á litin eigi að vera að taka meira marka á því og fleira þar fram til göttunum. Þetta eru þetta bara stórundarlegt. Það er stórundarlegt að vera að setja þetta í samhengi við það þegar við eigum að sjálfsögðu að vera að taka marka fólki í samhengi við það hvað það hefur að segja og hvort að rök þeirra séu góð. Mér alveg sama hvernig fólk er á litin, mér sama hvort að manneskjan verði sár yfir því að ég sé á afstöðu sem að er einhvern veginn andstöðu við afstöðu þeirra mannesku og það er ekkert út af því að ég nærist á því að vera einhvern veginn með einhverja meinfísni eða nærist á því að vera ónærgætin, heldur þetta út af því að það að taka einhvern veginn til eða taka mark á því hvernig manneskjan er á litin eða annað leiðir okkur ekki til hinnar bestu niðurstöðu. Og reyndar talandi þetta, þá langar mig að ræða eða lesa fyrir ykkur stuttlega. Þetta er sem sagt, þetta er bókin Siðfræði eftir Pál Skúlason sem er að sjálfsögðu rektor, eða fyrrum rektor, hann lést 2015 að minnir. Ég er alltaf mjög pirraður yfir því að hafa ekki náða að ræða við hann. En hann sem sagt skrifar, þetta er inngangur bókarinnar sem heitir Siðferði eða siðfræði fyrirgeði, þar sem hann er að ræða meðal annars siðferði og hann skrifar hérna: á mannamótum er því oft haldið fram að virða beri skoðanir annarra.
Aldrei hef ég samt heyrt nokkurn mann færa rök fyrir þessum boðskap. Vafalaust þykir fólki það óþarft, augljóst sé við hvað er átt og engin þörf á að rökstyðja það. Allir hljótið að samsýna þessu. Ég treysti mér ekki til þess. Ég held að það sé ámælisvert að virða skoðanir annarra ef maður veit að þær eru ekki réttar. Rök mín fyrir þessu ekki mjög flókin. Skoðanir ekki einkamál þeirra sem þær hafa. Þess vegna manneskju ekki sýnd nein óvirðing þó að skoðanir hennar séu ekki virtar. Öðru nær, ein mikilvæg leið til að sýna fólki virðingu og tillitssemi í hinu daglega lífi að gagnrýna hugmyndir þess og skoðanir enda leitast vinir við að leiðbeina hver öðrum. Sú staðreynd að ótal margir virðast telja sjálfsagt að virða skoðanir annarra vísbendingu það hvernig nútíma fólk hugsar siðferði. Þessi skoðun sem að mínum viti sannarlega og sannanlega röng hefur verið talin bera vitni frjálslyndi og víðsýni hins upplýsta manns. Ég tel hann að bera vitni afar barnalega afstöðu til siðferðis, yfirborðsmennsku og tvöfeldni. Barnaskapurinn sá að trúa þessu rakalaust, yfirborðsmennskan lýsir sér í því að halda þessu á lofti sem tákni umburðarlyndis og tvöfeldnin sú að í reynd fer engin heilvita maður eftir þessu. Hver kýsi til að mynda að virða þá skoðun nágrannans að hann hafi fullan rétt á því að drepa ketti eða þjófa sem laumast inn í húsið hans? Eða þá skoðun að allir sem ekki trúa Guð séu hættulegir villitrúamenn? Eða þá skoðun að allar skoðanir séu jafn rétt háar? Og þetta þessi punktur Þessi þáttur í boði Þór Grímsson og Co. fyrirtæki sem að flestir í byggingabransanum þekkja vel og það ekki af ástæðu lausu. Ef þú ert í einhvers konar verkefni, hvort sem að það smá heimaverkefni eða stærri framkvæmdir, þá þetta einfaldlega staðurinn. Þeir eru með allt frá veggefnum og loftefnum yfir í gólf, klæðningar og alls konar sérhæfðar lausnir sem að gera lífið þitt einfaldara. Ég hef sjálfur verslað við fyrirtæki gegnum tíðina einmitt til þess að finna lausn við hljóðeinangrun sem líka ástæðan fyrir því að hljóðvistin hjá mér eins góð og raun ber vitni. En það sem að kannski skiptir mestu máli að þegar þú rennur við í Ármúla 29 þá færð þú alvöru ráðgjöf, ekki bara einhverja vöru, heldur hjálp við að velja það sem rétt fyrir þig hverju sinni. Eins og segi, staðsettir í Ármúla 29 í Reykjavík en senda allt land. Mjög þægilegt, kíktu á thco.is eða thorco.is og skoðaðu úrvalið. Hlaðvarpið í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Og þetta þungamiðja þess út úr hvaða tímum við erum að koma, sem að nákvæmlega að við höfum verið einhvern veginn að virða skoðanir fólks út frá því hver segi það og út frá þeim svona inngangspunkti að virða beri skoðanir fólks. Það mjög óvirðingarvert að bera virðingu fyrir skoðunum annarra ef að þessar skoðanir einfaldlega mjög heimskulegar. Og við erum samt sem áður einhvern veginn búin að gera það núna í svolítinn tíma og sérstaklega á þessum svona ofstækis árum sem við erum að koma út úr sem ég er búin að vera að fjalla núna síðastliðin, hvað þetta búið að vera hálftími, 3 korter eitthvað svoleiðis. Ég bara skil ekki af hverju við komumst á þennan stað, en ég tel aftur á móti líka að við þurfum að passa okkur á því að svona þessi meðvirkni sem hefur skapað verri aðstæður fyrir rökræður og í sumum tilvikum hefur jafnvel verið sagt að skoðanir geti jafnvel verið ofbeldi, svo langt var gengið til dæmis í bullinu. Og það vissulega á undanhaldi þó svo afstækisfólkið sem barði niður tjáningu og skoðanafrelsi í áratug berjist enn eins og rjúpan við staurinn við að halda því áfram. En það mikilvægt að hafa þetta í huga sama hvar maður á hinu pólitíska litrófi að þetta ekki fýsileg leið til þess að leysa málefna ágreining.
Núna erum við að fara að eiga samræður Evrópusambandið eins og ég nefndi áðan og ég er bara verulega spenntur fyrir því og það þarf reyndar eitthvað ótrúlegt að gerast til þess að við slysumst til að segja já í ágúst en jável ef svo fer sem að ég reyndar til að sé ekki raunhæft að þá vona ég bara ákveðingi vel í þessum samningaviðræðum þó svo að ég tel eins og segi að það sé ófýsilegt gagnvart okkar hagsmunum í þessum vissulega breytta heimi en já, þú veist og það kannski svona ástæðan fyrir því ég vildi reyfi það margt sem að ég held mér að ég hafi lesið þennan inngangskafla siðfræði eftir Pál Skúlason áður og ég tel að það sé mikilvægt að við höldum þessu lofti alveg sama hvernig við ætlum að kjósa og fleira sko. En ég held ekki að hafa þetta lengri í dag ég fór svona á svolítið flugum í ýmsa ég vona að það sé eitthvað samhengi því sem ég er að segja ef ekki, þá vona ég bara að þú hlustir samt næst takk hérlega fyrir að hlusta og bless